Í þessu sýnidæmi ætlum við að finna íspennuna fyrir þessa galvanýhlöðu, en til að leysa þetta dæmi þá þurfum við að nýta okkur nærstjöfnuna þar sem að þessi galvanýhlaða er ekki við staðalaðstæður. En nærstjafnan er þessi hér, sem segir okkur að spennan fyrir galvanýhlöðu er þá staðalspennan að frádregnu þessum hér parti, þar sem að þetta hérna er þá jafnvægið sem gildir á milli jónanna í lausninni fyrir galvanýhlöðuna. Fyrsta skrefið mitt þá er að skrifa upp efnahvarfið sem á sér stað hér í þessari galvanýhlöðu. En þá þarf ég fyrst að átta mig á því hvor hliðin er anóðan og hvor er katóðan, og ég geri það með því að skoða staðalhálfhlöðuspennuna fyrir þessi frumefni. Og ég sé að krómið hefur staðalhálfhlöðuspennuna -0,41 en kóparinn er 0,34, sem segir mér það að krómið þarf að oxast og kóparinn afoxast til þess að þetta efnahvarf geti gengið sjálfkrafa. Efnahvarfið mitt er þá Cr á föstu formi pluss Cu2 pluss verður að Cr3 pluss uppleyst í vatni pluss Cu á föstu formi. Og svo þarf ég að hafa rétt hlutföll á þessu, þannig að 2 hér og 3 og 2 og 3. Og þá er þetta efnahvarfi sem lýsir því sem gerist hér í þessari hálfhlöðu. Það er að segja að krómmálmurinn, hann oxast yfir í krómjónir, gefur frá sér rafeind sem fer hér yfir og þar afoxast kóparinn í lausninni og festir sig aftur á stöngina sem kóparmálmur. Og þá getum við sett þetta upp með nærstjöfnunni á þennan máta að íspennan er jafnt staðalíspennunni -0,059 deilt með n sinnum loggin af styrk krómjónanna deilt með styrk kóparjónanna. Staðalíspennan er þá fundin út frá þessum hér hvörfum og hún er þá 0,41 pluss 0,34, eða ef við rifum þetta upp þá var spennan jafnt og það sem gerist við katóðu mínus það sem gerist við anóðu, það er 0,34 mínus 0,41 sem að gefa mér þá 0,75 volt og stingu því hér inn 0,75 volt mínus 0,059 deilt með n, og þá þarf að velta fyrir ykkur hvað er n-ið hér? Jú, í þessu hér hvarfi þá fara 6 rafeindir frá króminu, þar sem 3 rafeindir frá hverju krómi fyrir sig yfir á kóparjónirnar, þannig að heildarflutningurinn er þá 6 rafeindir, þannig að n-ið er þá 6 og það er þá sinnum loggin af styrknum af krómjóninni sem var 0,2 deilt með styrk kóparjónanna sem var 0,5 og spennan mín er þá jafnt og 0,754 volt. Þannig að íspennan fyrir þessa hér tiltekna galvanýhlöðu við þessar tiltekna aðstæður er 0,754 volt.